Þarna efinn. Hvort betur sæmi að þreyja þolinmóður í grimmu éli af örvum ógæfunnar eða vopn grípa móti bölsins brimi og knýja það til kyrrðar. Að deyja, sofna og ekkert framar, láta svefninn sefa kvöl hjarta síns og 1000 mannleg mein sem holdið erfir. Óska niðurstaða sem allir hljóta þrá. Að deyja, sofna, að dreyma kannski. Meinlegt það samt, því draumar sem í dauðan svefni kvikna holdsins fjötrar hristum við af okkur, þeir valda hiki, hugsuninni sjálfri sem tryggir okkar raunum lengra líf. Hver myndi þola heimsins högg og spott, harðstjórans kúgun, hrokakixins móðgun, svívirtan ástarsviða, lögleysu, valdmannsins þramb og öll þau asnaspörk sem hófær dyggð af dusilmönnum fær. Ef sjálfur gæti hann gert upp reikninginn með hnífsblaði. Hver bæri þessa byrði? Að stynja og svitna undan oki lífsins ef beigur vegna einhvers eftir dauðan, ókannað land og enginn sem fer þangað afturkvæmt, fær ruglað viljan svo að helst við viljum bera kunnugt böl, fremur en að leita þess sem ekki þekkt. Meðvitundin þannig gerir menn að gungum. Allt framtak þeirra fölnar upp og missir sitt fríska litaraft við hugarvílið, en áætlanir, ákafar og brýnar þær færi ljósi þess að út þúfur og skipt eðli. Ekki meir það.